Góðan dag, kæra sveitarstjórn og áheyrendur. Ég býð ykkur velkomin til fundar númer 264 í sveitarstjórn Borgarbyggðar og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættu aðalmenn, sú sem hér stendur, Guðveig Eyglóardóttir, Davíð Sigurðsson, Eva Margrét Jónadóttir, Eðvar Ólafur Traustason, Thelma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir, Kristján Ágúst Magnússon, í fjarveru Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Bjarney Lárudóttir Bjarnadóttir og starfsmenn fundarins eru Stefán Broddi Guðjónsson og Lilja Björg Ágústsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslusvið sem jafnframt ritar fundargerð. Það engin breyting á dagskrá að þessu sinni frá auglýstu boði og við vindum okkur bara í dagskrána og venju samkvæmt fyrst á dagskrá skýrsla sveitarstjóra og ég bið Stefán Broddi Guðjónsson sveitarstjóra að gjöra svo vel. Komið pont. Já, forseti, sveitarstjórn og aðrir ágætir áhorfendur. Gleðilegt sumar öll sumul. Byrjunin lofar góðu að minnsta kosti í veðrinu og vonandi lífi ykkar allra sem hér eru í þessum sal og heima sitjið. Nú, barnamenningarhátíð, hún stendur yfir þessa vikuna í sveitarfélaginu. Mjög fjölbreytt dagskrá og ég vil óska öllum þeim sem að standa innlega til hamingju. Það auðvitað mikið verk að koma á svona glæsilegri hátíð en hérna fyrst og fremst endurspeglar hún bara þetta mikla líf og mikla grósku sem í listsköpun barna og virkilega gott aðhald og hérna svona utanumhald og aðbúnaður held ég sem að börnin fá í sinni listsköpun. Ég vona það sé sannarlega sýnist að vera raunin í þessu sem að hér framborið og hérna því sem við bjóðum upp á. Það eru sýningar í skólum, það í Geirabakari, Safnahúsinu, Hjálmakletti, Reykholtskirkju, Óðali og víðar og frábært hvernig það dreifist hérna bara víða í húsi sveitarfélaginu og reyndar út á skólalóður líka. Nú lýkur helgina með dagskrá hér í Hjálmakletti. Ég fekk að taka það saman smá ávarp í tilefni af hátíðinni og ég ætla að leyfa mig bara að vitna sjálfum mig svona til þess að vera mjög frumlegur og hérna innan gæsalappa. Það mikið gæfa að búa í samfélagi sem fagnar listsköpun og hvetur börn á öllum aldri til þátttöku í listum og menningu. Það gæfa að börn njóti leiðsagnar, fái kennslu og þjálfun til að ná fram sínu besta. Fái svið til að standa á, ramma til að sýna verk sín og áhorfendur í sal. Ég stoltur af því og ég held að við séum öll stolt af því hér í þessum sal að búa í samfélagi þar sem að list barna fær að njóta sín. Nú meira af listum. Því að við erum að taka á móti tilnefningum listamannesku Borgarbyggðar. Við gerum ráð fyrir því að miðað við það að tilnefningar þurfi að berast fyrir mánaðamót og niðurstaða verður kynnt venju samkvæmt 17. júní. Nú miðað við þessari ríku listsköpun sem í gangi í sveitarfélaginu þá verður eflaust auðugan garða gresja og ég hvet íbúa til þess að nota þetta tækifæri til að benda á það listafólk sem að auðga okkar samfélag svo við getum heyrað fólkið og þá sérstaklega listamannesku Borgarbyggðar þann 17. júní. Það gríðarlegt magn, alls konar viðburða í sveitarfélaginu. Nú maður manns gaman og það auðvelt að halda sig upptöknum öll kvöld. Og ef fólk ekki á skipulegum viðburðum þá að gera að skella sér í ræktina, útivist eða góðan bolla eða mat á kaffihúsum eða veitingastöðum og það nú að taka. Ég fæ reglulega til mín í mínu starfi góðar ábendingar og hugmyndir frá fólki sem hafa fæst einmitt í sundi í heita pottinum eða af kaffihúsi eða af kaffistofu upp úr samtölum milli íbúa. Nú vinna við íþróttatalendum svona samtöl og samráð, vinna við íþróttastefnu í góðum farvegi og drög ættu mjög fljótlega að verða tilbúin til samráðs. Það er afrastur fjölda funda með íbúum, íþróttarhreyfingu og skólunum fyrr í vor. Nú annar fundur sem var líka líflegur í fyrradag, þar var verið að kynna kerfisáætlun Landsnets, hún hefur verið til kynningar að undanförnum. Nú fyrir samfélagið okkar þá skiptir kannski línuleið Holtaveri eða línu 1 mjög miklu máli. Sveitarfélagið hefur átt marga fundi með Landsneti í gegnum þetta ferli og einnig með landeigundum á fyrirhugaðri línuleið. Ég tel að sinni nálgun sé Borgarbyggð mjög meðvituð þá miklu hagsmuni landeigenda og eins og segir í bókum sveitarstjórnar frá síðasta fundi, þegar línuleið Holtaveri eða línu 1 kemur til afgreiðslu á vettvangi sveitarstjórnar verður eðlilega horft til þess hvort sanngirni hafi verið gætt í viðskipti við landeigendur í sveitarfélaginu og hvort þeir gangi sáttir frá borði. Ég skammast mig ekki til þess fyrir að viðurkenna það að í mínum huga mikilvægt
að landeigendur fái sanngjarnt verð ef þeir þurfa að lúta því að fá byggðalínu yfir sitt land. Þau miklu verðmæti sem línan skapar ætti að leyfa svigrúm til þess að bændur gangi ekki ósáttir frá borði. En það var allavega líflegur fundur þetta mál í fyrradag eins og við var að búast. Og það var stór skjálfti við Grótarvatn í nótt. Sveitarfélagið hefur verið að þrýsta á bætt fjarskiptasamband í kringum svæðið og fyrir utan það að leggjast á bænum, það máttaveldin sína okkur náð og miskun. En og svo sem við treystum auðvitað, við hefum stjórn á sumu en öðru ekki, og eitt af það sem við getum þrýst á og haft áhrif á, að þrýsta á bætt fjarskiptasamband í kringum svæðið og að mælingar verði eldar. Mér sýnist áfang að vera framundan hvað hvorutveggja varðar, að símasamband verði bætt og að frekari mælar verði settir upp í sumar. Ásamt Rótari og ferðafélagi Borgarfjarðarhéraðs þá stendur Borgarbyggð fyrir fræðslufundi skjálftavirkni í ljósufjallakerfinu í Hjálmarkletti á fimmtudaginn í næstu viku. Þar mun Ari Trausti Guðmundsson flytja erindi og taka þátt í umræðum. Hann jarðeðlisfræðingur og svo sem held ég þekktur maður og vanur að koma fram og kynna jarðfræðileg fyrirbæri og þekki vel til þessa mála. Svo á vettvangi almannavarna Vesturlands verður síðan haldið upplýsingafundur von bráðar. Vík þá að framkvæmdafréttum. Þetta er dálítið upptalning hjá mér en ég er samt viss ég er að gleyma einhverju. Í næstu viku, hvað varðandi knatthúsið, í næstu viku er von á hamrinum sem mun reka niður á annað 100 staura sem húsinu er ætlað að standa á. Þeim framkvæmdum mun við fylgja hamarshögg sem munu heyrast nokkuð víða. Við munum auðvitað upplýsa á heimasíðu sveitarfélagsins áður en þau hefjast og reynum svo að fylgja þessu verki eftir, en ég vil bara hér eftir sem hingað til beðja fólk að sýna aðgát í kringum vinnusvæðið og alla aðkoma að svæðinu, og við hjálpumst að við að koma upplýsingum á framfæri þannig að svæðið verði þannig að fyllsta öryggis sé gætt á svæðinu. Það er góður gangur í endurbótum á miðrými grunnskólans í Borgarnesi. Ég styrktist í þeirri trú svona í vikunni að við munum klára það verk fyrir haustið. Sömuleiðis góður gangur á Kleppjárnsreykjum og alltaf að koma betri og betri mynd á húsið. Gaman að sjá, og ég held að þetta verði glæsilegt hús og verði lyftistöng fyrir svæðið og uppsveitir Borgarfjarðar. Framkvæmdir við Vallarás ganga vel og við sjáum fyrir okkur að geta farið að afhenda lóðir á Vallarási í næsta mánuði, jafnvel bara mjög snemma í næsta mánuði. Úthlutun lóða gengur hans ágætlega en eins og við þekkjum þá stendur Vallarás á upplöðustað fyrir atvinnuuppbyggingu. Fyrir sveitarfélagið og bara á landsvísu því að svæðið er auðvitað á krossgötum landshluta í bæði nútíð og framtíð. Það er búið að undirrita samningum niðurrif á hluta gamla sláturhússins í Brákarey. Framkvæmdaleyfi liggur fyrir og undirbúningur er hafinn á verkstað. Þannig að framkvæmdir eru að hefjast og sá hluti sem er rædd í þessum áfanga er öll þau hús sem eru sambyggð burstunum 3. Ásamt gamla Góanáinu. Burstunum 3 eru ekki inn í þessum áfanga niðurrifs, en þetta er auðvitað samt heilmikil framkvæmd og mun standa yfir meira eða minna í allt sumar. Eins og reyndar knatthús og aðra framkvæmdir, bara höfum það í huga að gæta varúðar í kringum vinnusvæðin okkar. Allavega það er framkvæmdakrafti í sveitarfélaginu og atvinnuástand er gott. Það eru mannabreytingar eins og gerist og gengur á stórum vinnustað og sveitarfélagið er. Sæti tíðindum að Ámundi Sigurðsson, verkstjóri áhaldahússins, lætur brátt af störfum fyrir aldurssakir. Sóley Birna Baldursdóttir mun í kjölfarið taka yfir umsjón áhaldahússins, en hún hefur verið deildarstjóri umhverfis- og landbúnaðarmála og það verður breyting á skipuriti skipulags- og umhverfissviðs samhliða, eða það verið að vinna henni, skulum segja, og ég geri ráð fyrir að hún verði lögð fyrir sveitarstjórn til staðfestingar á næsta fundi. Hér á þessum fundi verður ársreikningur Borgarbyggðar lagður fram til seinni umræðu. Eins og fram kemur í bókun við fyrri umræðu þá var afkoma liðins árs vel ásættanleg. Samstæðan var rekin með 440 milljóna króna hagnaði og sveitarsjóður fjárfesti fyrir 1 milljarð króna án þess að þurfa að taka lán. Skuldaviðmið sveitarfélagsins er lágt í öllum samanburði og ég held að ársreikningurinn segir þá sögu að sveitarfélagið stendur vel þrátt fyrir miklar framkvæmdir.
Það reyndar ánægjulegt að sjá þau tíðindi koma frá sveitarfélögum að svona rekstrarumhverfi sveitarfélaga hefur verið að skána, en vil þó segja að við þurfum að rýna reksturinn mjög vel. Og ég kemst eiginlega ekki hjá því á þessu, svona fyrst ég stend hér, að nefna það að svona einu sviði og á einum stað þá kostnaður að þróast nokkuð til verri vegar. Og verri vegar heldur en svona við sáum fyrir, og þetta svona þróun sem kannski byrjaði undir lok síðasta árs. Og sá kostnaður snýr að fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins. Og því miður staðan sú að það sem ríkið dregur svo út úr fjárhagsaðstoð eða þátttöku í fjárhagsaðstoð við flóttamenn þegar þeir hafa verið hér á landi í 2 ár, þá færist þessi kostnaður að mestu leyti yfir á sveitarfélög og nær öllu leyti yfir á sveitarfélag, og þau sveitarfélög sem það sem flóttamenn búa sem hafa búið í 2 ár eða lengur. Þar af leiðandi verður kostnaðar auki sveitarfélagsins verulega mikill. Það neikvæðar áhrif heldur en við sáum fyrir eða við áætluðum á reksturinn í fyrra og orðið verulega íþyngjandi á þessu ári. Og mun að óbreyttu hafa mun neikvæðari áhrif á okkar fjárhag í ár en áætlað var. Þetta aðstæður sem að sveitarfélag hefur afar litla stjórn á en fær nú reikningin í fangið. Þessi staða óásættanleg fyrir sveitarfélag og ekki síður þá flóttamenn sem hingað flytja, enda langflestir þeirra hér í leit að skjóli óska þess eins að verða sjálfbærir þegnir okkar góða samfélagi. Verkefni hins vegar af því umfangi og af því tagi að það ekki hægt að demba kostnaði við það eða þeim kostnaði á sveitarsjóð Borgarbyggðar. Nú hér á eftir eru fjölmörg áhugaverð mál og mikilvæg mál á dagskrá og ég efast ekki það að hér verða upplýsandi umræður sem að fara fram. Tek þátt í þeim svo ber undir, en þakka fyrir mig og óska þess að hér verði góður og uppbyggilegur fundur, en takk fyrir mig. Takk fyrir þessa góðu yfirferð, Stefán Páll Guðjónsson. Þá erum við komin að öðrum dagskrárlið hér í dag sem ber heiti Ársreikningur Borgarbyggðar 2024 með málsnúmeri 25040002 og það ársreikningurinn sem tekin hér til ársreikningur 2024 sem tekin hér til seinni umræðu. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sigurður. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil fyrir hönd minnihlutans leggja fram eftirfarandi bókun. Minnihluti sveitarstjórnar Borgarbyggðar lýsir ánægju sinni með rekstrarniðurstöðu sveitarfélagsins árið 2024 og vill nota tækifæri til að þakka starfsfólki sveitarfélagsins og íbúum þess fyrir vel unnin störf. Það ekki sjálfgefið að það takist að reka sveitarfélag jafn vel og raunin með rekstri Borgarbyggðar. Þar fer saman góður grunnur sem byggður hefur verið upp seinustu misserin ásamt dugnaði og hagsýni starfsmanna og íbúa sveitarfélagsins. Til hamingju Borgarbyggð með góðan árangur í rekstri sveitarfélagsins á árinu 2024. Það eru hins vegar áskoranir framundan í rekstri Borgarbyggðar sem með samhent átaki starfsmanna og kjörinna fulltrúa má vænta að þær áskoranir leysist farsællega. Takk. Takk fyrir það, Sigurður Guðmundsson. Ég bara tek undir það mikilvægt að sveitarstjórn öll vinni saman og þessi gott samstarf kemur á fjármálum sveitarfélagsins. En orðið ennþá laust til þessum dagskrárlið. Og það eru ekki fleiri sem kveða sig hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi drög að bókun. Ársreikningur Borgarbyggðar 2024 lagður fram til seinni umræðu í sveitarstjórn. Með ársreikningnum fylgir sundurliðanabók, skýrsla endurskoðenda og staðfestingarbréf stjórnenda. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin að 3. dagskrárlið hér í dag sem ber heiti kosning í ráð og nefndir 2022 til 2026 með málsnúmerið 22.05.140. Þar er ýmislegt undir. Þar er afgreiðsla frá fundi velferðarnefndar frá fundi nr. 158 samanber mál nr. 20.03.205 notendaráð og samráðshópur í málefnum fatlaðs fólks. En þann 13. mars síðastliðinn staðfesti sveitarstjórn erindisbréf fyrir notendaráð í málefnum fatlaðra og kjörnir fulltrúar hafa í tvígang hitt á einstaklinga sem boðið hafa sig fram fyrir hönd hagsmunasamtaka til setu í notendaráð og lagt til að á vegum hagsmunasamtaka í ráðinu verði Ragnheiður Steina Ólafsdóttir, Þórður Kárason og Guðmundur Stefán Guðmundsson sem jafnframt hefur boðið sig fram sem varaformaður ráðsins. Og lagt til að Unnar Eyjólfur Jensson, Ölvar Bjarnason og Guðmundur Ingi Einarsson verði varamenn hagsmunasamtaka í ráðinu. Tilnefningarnar hafa verið kynntar fyrir hópnum og voru þar samþykktar þar samhljóða. Velferðarnefnd fagnar að notendaráð fatlaðs fólks sé nú loks fullskipað og fundargerðir notendaráðs verða kynntar fyrir velferðarnefnd auk þess sem nefndin getur óskað eftir að mál sé tekin til umsagnar í ráðinu. Nú eins hefur Logi Sigurðsson varamaður í sveitarstjórn óskað eftir lausn frá störfum sínum í sveitarstjórn, ráðum og nefndum sveitarfélagsins en hann hefur auk varamennsku í sveitarstjórn setið sig varaáheyrnarfulltrúi í byggðarráði, aðalmaður í skipulags- og byggingarnefnd, áheyrnarfulltrúi í umhverfis- og landbúnaðarnefnd, aðalmaður í byggingarnefnd Grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum, aðalmaður í byggingarnefnd Uglukletts, formaður fjallskilanefndar Oddsstaða afréttar, aðalmaður í fjallskilanefnd Borgarbyggðar, varamaður í velferðarnefnd og aðalmaður í vinnuhópum endurskoðun aðalskipulags. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og forseti ætlar að óska eftir því að fá að með leyfi sveitarstjórnar ef það er samþykkt að fá að bera upp þær tilnefningar sem koma í þau embætti eða hlutverk sem verður kosið hér á eftir að fá að bera það allt upp í einu, samþykkja fulltrúar að það sé gert með þeim hætti. Biðja þau að gefa merki sem samþykkja það. Já, sá hópur í rauninni búinn, já. Heyrðu, þá liggur fyrir eftirfarandi til samþykktar. Sveitarstjórn kýs í notendaráð og samráðshóp í málefnum fatlaðs fólks þannig að á vegum hagsmunasamtaka verði Ragnheiður Steina Ólafsdóttir, Þórður Kárason og Guðmundur Stefán Guðmundsson, að varamenn hagsmunasamtaka verða Unnar Eyjólfur Jensson, Ölver Bjarnason og Guðmundur Ingi Einarsson. Sveitarstjórn veitir Loga Sigurðssyni laust frá störfum sínum sem varamaður í sveitarstjórn, varaáheyrnarfulltrúi í byggðarráði, aðalmaður í skipulags- og byggingarnefnd, áheyrnarfulltrúi í umhverfis- og landbúnaðarnefnd, aðalmaður í byggingarnefnd GBF á Kleppjárnsreykjum, aðalmaður í byggingarnefnd Uglukletts, formaður fjallskilanefndar Oddsstaðaafréttar, aðalmaður í fjallskilanefnd Borgarbyggðar, varamaður í velferðarnefnd og aðalmaður í vinnuhópum endurskoðunar og aðalskipulagi sem reyndar hefur lokið störfum. Og honum þakka kærlega fyrir velunnin störf í þágu sveitarfélagsins. Kristján Rafn Sigurðsson sem næsti maður á A-lista tekur sæti sem varamaður í sveitarstjórn og varaáheyrnarfulltrúi í byggðarráði. Sveitarstjórn kýs Kristján Rafn Sigurðsson sem aðalmann í skipulags- og byggingarnefnd og Sólveigu Hallsteinsdóttir sem varamann í nefndina. Sveitarstjórn kýs Kristján Rafn Sigurðsson sem aðalmann í umhverfis- og landbúnaðarnefnd og Melkorku Gunnarsdóttir sem varamann í nefndina. Sveitarstjórn kýs Sólveigu Hallsteinsdóttir sem varamann í velferðarnefnd. Sveitarstjórn kýs jafnframt Melkorku Gunnarsdóttir sem aðalmann í byggingarnefnd GBF á Kleppjárnsreykjum og sveitarstjórn kýs Sólveigu Hallsteinsdóttir sem aðalmann í byggingarnefnd leikskólans Uglukletts. Sveitarstjórn kýs Unnstein Snorra Snorrason í fjallskilanefnd Oddsstaðaréttar og tekur Ragnhildur Eva Jónsdóttir við embætti formanns nefndarinnar. Ragnhildur Eva er því einnig kosin sem aðalmaður í fjallskilanefnd og Haraldur Sigurðsson varaformaður sem varamaður hennar samanber 3. tölulið C-liðar 47. greinar samþykktar Borgarbyggðar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framangreint að gefa merki.
og það er samþykkt samhljóða. Allt í góðu hjá ykkur? Hlé, óska þau til fundarhlé, já. Já, komið sæl aftur. Við erum ennþá hér í dagskrárlið nr. 3 sem ber heitið kosning í ráð og nefndir 2022-2026. Það forseti ætlar að fá að gera að leiðrétta hérna smá mistök sem urðu. Við kusum hér áðan að sveitarstjórn kysi Kristján Rafn Sigurðsson sem aðalmann í umhverfis- og landbúnaðarnefnd og Melkorku Gunnarsdóttur sem varamann í nefndina. En hið rétta að við þurfum að kjósa áheyrnarfulltrúa í umhverfis- og landbúnaðarnefnd og því lesi ég þetta upp hér eins og rétt skal vera. Sveitarstjórn kýs Kristján Rafn Sigurðsson sem áheyrnarfulltrúa í umhverfis- og landbúnaðarnefnd og Melkorku Gunnarsdóttir sem vara áheyrnarfulltrúa í nefndina. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 4. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið Sigmundarstaðir, mælimastur á Grjóthálsi, umsókn deiliskipulag, landsnúmer 134748 með málsnúmeri 2402-195 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 76 og þar segir í bókun: Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagt deiliskipulag samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningartíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Þetta var samþykkt í nefndinni með 4 atkvæðum og 1 á móti. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson hefur beðið orðið. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég er hér aftur kominn frá því við þetta mál sem að þurfti að taka upp aftur vegna formgalla við afgreiðslu þess. Og ég segi náttúrulega í boði meiri hluta framsóknarmanna að þá þarf að taka þetta mál fyrir að nýju í sveitarstjórn. Við sjálfstæðismenn fórum mjög vel yfir sjónarmið okkar á sveitarstjórnarfundinum í október, en fyrir okkar hönd þá vil ég samt bóka eftirfarandi við afgreiðslu þessa máls. Við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins teljum að með því að samþykkja deiliskipulagið sem heimilar uppsetningu á mælimastri tímabundið til 2 ára með tryggingu að mastri verði fjarlægt, þá erum við að standa vörð eignarrétt og athafnafrelsi jarðeiganda
án langvarandi áhrifa á nágranna sína. En við viljum jafnframt undirstrika það að samþykki okkar á þessu tiltekna deiliskipulagi er ekki á neinn hátt stuðningsyfirlýsing við nýtingu á vindorku á Grjótársi. Við teljum þvert á móti að sýnileiki vindmylla og áhrif þeirra á nærumhverfið verði það mikið að staðsetning á vindorkuveri á Grjótársi verði mjög seint talin fýsileg ef horft til þessara áhrifa við mat á staðsetningu vindorkuvers og áhrifa þeirra á nærsamfélagið. Takk. Takk fyrir það, Sigurður Guðmundsson. Og orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Thelma Dögg Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég vil ítreka fyrri bókun mína við þennan lið þegar hann kom til afgreiðslu á sveitarstjórnarfundi 9. október síðastliðinn. Ég stend við öll þau rök sem ég lagði fram þar og ætla ekki að tvítaka í pontu hérna núna. Mig langar að nefna að í aðalskipulagi Borgarbyggðar er rannsóknarmöstur leyfð á landbúnaðarlandi án nokkurra kvaða mörk þeirra. Fjarskiptamöstur mega hins vegar ekki rísa hærra en 20 metra í 20 metra hæð. 98 metra hátt tilraunamastur, þó það eigi að standa tímabundið, að mínum mati algjörlega á skjön við aðalskipulagið okkar, enda eru ekki heimildir fyrir svona háum mannvirkjum almennt að öðru leyti í aðalskipulaginu. Þá vil ég nefna að í fyrri greinargerð deiliskipulagsins var föst tímasetning inni sem sagði til hvenær mælimastrið yrði tekin niður. Sú dagsetning hefur nú verið tekin út og ætlar framkvæmdaraðili sér að hafa mastrið uppi allt þar til að hann hefur náð 2 ára samfelldri mælingu. Þarna er auðséð að framkvæmdaraðili að óska eftir því að mastrið geti staðið lengur en 2 ár. Í athugasemd sem Skipulagsstofnun setti fram eftir afgreiðslu sveitarstjórnar á málinu í október síðastliðnum kemur fram að setja þurfi fram skýra skilmála í deiluskipulagið hámarkstímalengd tímalengd mælimastursins og bráðabirgðaslóðans og væri það forsenda fyrir útgáfu framkvæmdaleyfisins. Slíku skilmáli augljóslega ekki til staðar í þessu deiluskipulagi. Skipulagsstofnun taldi sig ekki geta tekið afstöðu til efnis deiluskipulagsins fyrr þessi skilmálar í greinargerðinni væru gerðir skýrari. Ég tel fullkomlega eðlilegt að sveitarstjórn líti ekki fram hjá þessum athugasemdum Skipulagsstofnunar. Ég kýs því gegn þessari umsókn deiluskipulag líkt og áður. Takk fyrir það, Thelma Dögg Harðardóttir, og orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórn, aðrir áheyrendur. Mig langaði aðeins að minnast á það, Thelma, að ég vissi af þessari athugasemd sem kom frá Skipulagsstofnun og eftir samtal skipulagsfulltrúa við Skipulagsstofnun og þá kom í ljós að það væri nægilegt að það kæmi fram í framkvæmdaleyfi eða byggingarleyfi og það ekki þörf á að þetta komi fram í deiliskipulaginu sjálfu, nákvæm dagsetning á því hvenær mannvirkið á að rísa og hvenær það var að fara niður, heldur eingöngu tímamörkin frá því að það risi og þangað til að fer niður. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson, og orðið ennþá laust. Thelma Dögg Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, skriflega umsögnin sem stendur inn á skipulagsgáttinni, henni hefur ekki verið breytt og því má ekki ætla annað en að það sé þau gögn sem við tökum mark á. Ég hef ekki séð skriflegar upplýsingar það sem að þú nefnir, Davíð, að Skipulagsstofnun hafi breytt áliti sínu á einhvern hátt. Takk fyrir það, Thelma Dögg, og orðið ennþá laust þennan 4. dagskrárlið og það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá liggja fyrir eftirfarandi
Drög að bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagt deiliskipulag samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningartíma, en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Sveitarstjórn ítrekar að tímabundið leyfi að ræða til mælinga í 2 ár og áréttar skyldu málsaðala að taka mælimastir niður að þeim tíma loknum og farið verið fram á tryggingu þess efnis áður en byggingarleyfi verður gefið út. Sveitarstjórn felur skipulagsfulltrúa að svara framkomnum athugasemdum sem framkomu á kynningartíma tillögunnar. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Það eru 6 sem samþykkja, einhver sem kunna vera á móti, 3 á móti. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 5 sem ber heiti húsnæði fyrir slökkviliðið á Hvanneyri með málsnúmeri 2502/140 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs frá fundi númer 704 og þar er lögð fram uppfærð tillaga að nýju húsnæði fyrir slökkvilið Borgarbyggðar á Hvanneyri samanber afgreiðslu frá fundi byggðarráðs númer 699. Heiðar Örn Jónsson slökkvilistjóri kom til fundarins undir þessum lið og kynnti minnisblaði málið, en byggðarráð tók vel í uppfærða tillögu að nýrri slökkvistöð fyrir slökkvilið Borgarbyggðar á Hvanneyri. Í henni felst að gerður verður samningur leigu á liðlega 280 fermetra nýju og vel búnu húsnæði sem mun leysa af hólmi eldra og mun minna húsnæði. Byggðarráð felur sveitarstjóra að ganga til samninga langtímaleigu á húsnæði í samræmi við framlagða tillögu. Ekki er miðað við að gera þurfi breytingar á fjárhagsáætlun og ekki er miðað við að gera þurfi breytingar á fjárhagsáætlun slökkviliðs Borgarbyggðar náist samningar. Þetta var samþykkt samhljóða og vísað til fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn og forseti gefur orðið laust. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Mér langar bara að nota tækifærið og fagna þessum tímamótum fyrir slökkvilið Borgarbyggðar. Þetta hefði ekki orðið að veruleika nema fyrir tilstilli okkar ágætu stjórnenda slökkviliðsins, en slökkvilistjóri á veg og vandað undirbúningi þessa máls sem á eftir að gjörbylta allri aðstöðu liðsins á Hvanneyri. Það er ekki sjálfgefið fyrir sveitarfélög að hafa á að skipa jafnöflugu og glæsilegu slökkviliði og við höfum og hróður þess fer víða og við getum verið stolt af því. Einnig finnst mér full ástæða til að minnast á og þakka fyrir hversu vel hefur tekist til við að stýra kostnaði við málaflokkinn á þann veg að málaflokkurinn stefnir annað árið í röð í að haldast innan fjárheimilda. Það er okkur sönn ánægja að samþykkja þetta mál. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson, og ég held að við tökum öll sem hér erum undir orðin. En orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sigurður. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil bara taka undir orð Davíðs. Það er mjög ánægjulegt að þetta skref sé að þetta sé að takast og vil eins og Davíð þakka slökkviliðsstjóranum fyrir velunni störf og að ná að landa þessu svona innan þess ramma sem að fjárheimildirnar gefa tilefni til og bara enn og aftur óska okkur til hamingju með svona fyrirfram með húsnæðið. Það á nú eftir að rísa en vonandi gerist það fljótt. Það er ekki reikna með að rísi í næstu mánuðum í rauninni. Skilst mér. Takk fyrir. Takk fyrir það, Sigurður Guðmundsson. Orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Það eru ekki fleiri sem kveða þessu hljós og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun.
Sveitarstjórn samþykki framkomna tillögu að nýrri slökkvistöð fyrir slökkvilið Borgarbyggðar að Hvanneyri og felur sveitarstjórn að ganga til samninga langtímaleigu og húsnæði í samræmi við framkomna tillögu. Þar sem á eftir að byggja húsnæði er ljóst að kostnaður vegna hins nýja leigusamnings ef samningar nást fellur ekki til fyrr en húsið tekið í notkun og því verður tekið mið af nýjum samningi komandi fjárhagsáætlana fyrir slökkvilið Borgarbyggðar en ekki þarf að gera neina breytingar á yfirstandandi fjárhagsári. Við bið þá fulltrúa sem samþykja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 6. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið Sjóvarnargarðar, umsókn framkvæmdaleyfi með málsnúmeru 2504-004 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs frá fundi nr. 704. Í framhaldi af afgreiðslu á fundi byggðarráðs nr. 700, málsnúmeru 230310, lögð fram sú tillaga inn í fjárfestingaramma ársins 2026 verði afmörkuð fjárhæð sem samsvarar kostnaðarmati við eflingu sjóvarna, sérstaklega með íþróttasvæði í Borgarnesi í huga. Byggðarráð samþykkir að vísa til sveitarstjórnar að áætla fjármagn til styrkingar á sjóvarnargörðum í fjárfestingaramma ársins 2026, sérstaklega með íþróttasvæði í Borgarnesi í huga. Þannig verði tryggð fjármögnun á styrkingu og hækkun varnargarðs við íþróttasvæði í samræmi við afgreiðslu 700. fundar byggðarráðs frá 7. mars 2025. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn tekur vel í þá hugmynd að styrkja sjóvarnargarða með íþróttasvæði í Borgarnesi í huga og felur sveitarstjóra að vinna kostnaðarmat á verkefninu í samræmi við fyrirliggjandi gögn. Er málinu vísað til fjárhagsáætlanavinnu fyrir fjárhagsárið 2026 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 7. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið Innkaupareglur Borgarbyggðar með málsnúmeru 2012-005 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs frá fundi nr. 706. Þar segir í bókun framlögð drög að uppfærðum innkaupareglum Borgarbyggðar samanber afgreiðslu frá fundi byggðarráðs nr. 700 til fundarins kom Þórunn Unnur Birgisdóttir verkefnastjóri hjá Borgarbyggð. Uppfærðar innkaupareglur lagðar fram, sveitarstjóra falið að fullvinna og leggja fyrir sveitarstjórn til staðfestingar og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir uppfærðar innkaupareglur Borgarbyggðar og felur sveitarstjóra að birta reglurnar. Ég bið það fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 8. dagskrárlið sem ber heitið samningsgerð rekstur tjaldsvæðis á Varmalandi með málsnúmeru 2503-026. Það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 706. Þar segir lögð fram drög að samningi við Hótel Varmalandi ehf. Rekstur tjaldsvæðisins á Varmalandi. Byggðarráð samþykki framlögð drög og felur sveitarstjóra að fullvinna í samræmi við umræðu á fundi og leggja fyrir sveitarstjórn til fullnaðar afgreiðslu. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur eftirfarandi bókun fyrir. Sveitarstjórn samþykkir samning fyrir sitt leyti og felur sveitarstjóra að fullvinna hann og rita undir. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Og ég held að sé ánægjulegt að sjá þennan samning verða veruleika og það eru áformuð uppbygging á þessu svæði í tengslu við þennan samning að hálfu samningsaðila. Hótels Varmaland. Þá erum við komin að 9. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið fundarboð fyrir aðalfund nemendagarða MB ehf. Með málsnúmeru 2504-084. Það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 706. Framlagt boð á aðalfund nemendagarða Menntaskóla Borgarfjarðar sem fram fer 9. maí 2025. Sveitarstjóri mætir á aðalfundinn fyrir hönd sveitarfélagsins. Framlagt og byggðarráð felur sveitarstjóra að mæta á fundinn fyrir hönd sveitarfélagsins og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Fundarboð framlagt og sveitarstjóra falið að mæta á fundinn fyrir hönd sveitarfélagsins og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. 10. liður á dagskrá hér í dag ber heitið Kleppjárnsreykir skólasvæði breyting á deiluskipulagi með málsnúmeru 2502-310.
Það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 76. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja óverulega breytingu á deiliskipulagi Kleppjárnsreykjaskólasvæðis. Breytingin er sett fram í greinargerð á uppdrætti dagsettum 11.3.2025. Málsmeðferð verður samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsfulltrúa að svara framkominni athugasemd. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn samþykkir óverulega breytingu á deiliskipulagi Kleppjárnsreykja skólalóð. Breytingin er sett fram í greinargerð og á uppdrætti dagsettum 11.3.2025. Breytingin tekur til afmörkunar skólalóðar þar sem hún er stækkuð að Snældubeinsstaðavegi og stækkun byggingareita. Aðrir skilmálar gildandi deiliskipulags haldast óbreyttir. Málsmeðferð verður samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 11. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið deiliskipulag íbúðabyggðar af Varmalandi, breyting á deiliskipulagi með málsnúmeri 23.03.146. Það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 76. Þar segir í bókun nefndarinnar: Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagða deiliskipulagsbreytingu samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúa að svara framkominni athugasemd. Og þetta var samþykkt samhljóða. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóð, sá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir óverulega breytingu á deiliskipulagi íbúðabyggðar af Varmalandi. Breytingin er sett fram í greinargerð og uppdrætti dagsettum 6.2.2025. Breytingin tekur til skipulags- og byggingaskilmála og skipulagsuppdráttar. Markmið er að skapa ramma utan heildstæða fjölbreytta íbúðabyggð, að byggingar falli vel inn í umhverfið og að lóðir séu hagstæðar í uppbyggingu. Aðrir skilmálar gildandi deiliskipulags haldast óbreyttir. Málsmeðferð verður samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 12. dagskrárlið hér í dag sem ber heitið samskipti við veitur vegna vatnsveitu á Varmalandi með málsnúmeri 24.05.162 og það er afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar á fundi nr. 77 en þar segir í bókun nefndarinnar: Núverandi fyrirkomulag rekstrar og viðhalds á vatnsveitu Varmalands er óviðunandi. Í núverandi fyrirkomulagi er vatnslagnir í eigu sveitarfélagsins sem þó hefur ekki tekjur af nýtingu veitunar en ber af henni talsverðan kostnað. Sveitarfélagið hefur átt ítrekað samtal við veitur að taka að sér viðhald lagna og jafnvel rekstur lagnakerfisins í heild sinni. Í því felast mikil samlegðaráhrif og tækifæri til að tryggja viðunandi þjónustu við notendur sem nú þegar greiða vatnsgjald til Veitna. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd tekur undir með íbúum og atvinnurekendum á starfsvæði Veitunar að núverandi ástand er óviðunandi og brýn nauðsyn er að bæta þjónustuna. Nefndin þakkar þau jákvæðu viðbrögð sem borist hafa frá Veitum í að taka þátt í að leysa vandann en mörg skref eru óstigin. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd leggur til við sveitarstjórn að óska eftir formlegum viðræðum við Veitur að taka yfir rekstur og eignarhald á vatnsveitu Varmalands og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn tekur undir bókun umhverfis- og landbúnaðarnefndar og felur sveitarstjóra að óska eftir formlegu fundi með Veitum til að fara yfir rekstur og eignarhald á vatnsveitu Varmalands og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 13. dagskrárlið sem ber heitið Ugluklettur stækkun með málsnúmeri 22.12.062. Þar er framlagt tilboð frá Nýhönnun ehf. Alhönnun á stækkun leikskólans Uglukletts ásamt breytingum á eldra húsnæði. Í kjölfar verðfyrirspurnar sem send var á 4 aðila barst eingöngu tilboð frá Nýhönnun. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að tilboð Nýhönnunar ehf. Samanber tilboðsblað dagsett 24. apríl 2025 að fjárhæð 22.887.920 krónur
samþykki tilbúin nýhönnur á þessari upphæð. Ég bið þá fulltrúa sem samþykja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við í rauninni búin að fara yfir þá liði sem þarfnast staðfestingar sveitarstjórnar og erum þá komin í fundagerðir. Og þar er fyrst fundagerð byggðarráðs frá fundi númer 704 og forseti gefur orðið laust þessa fundagerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundagerð framlögð. Þá erum við komin að 15. dagskrárlið sem er fundagerð byggðarráðs frá fundi númer 705. Forseti gefur orðið laust þessa fundagerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Forseti leggur til að í tengslu við það sem sveitarstjóri ávarpaði og reifaði hér í skýrslu sinni varðandi samræmda móttöku flóttafólks sem er dagskrárliður á þessum fundi byggðarráðs að sveitarstjórn óski eftir því að sveitarstjóri taki saman minnisblað þar sem farið verði yfir það alvarlegu þróun sem á sér stað vegna fjárhagsaðstoðar við flóttamenn áhrif á fjárhag sveitarfélagsins sem sveitarfélagi getur þá í framhaldi komið á framfæri við þingmenn, ráðherra og aðra sem að Samband íslenskra sveitarfélaga og fleiri sem erindið sem við ættum að koma áfram til og leggur til að það verði tekið fyrir á næsta fundi byggðarráðs og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Ég skal koma. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 16 sem ber heitið, það er fundagerð byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi númer 706 og forseti gefur orðið laust þá fundagerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst sú fundagerð framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 17 sem er fundagerð frá fundi fræðslunefndar Borgarbyggðar frá fundi númer 242 og forseti biður formann nefndarinnar Eðvarð Ólaf Traustason að koma hér upp og fara yfir dagskrána. Forseti, ágæta sveitarstjórn, áheyrendur. Haldinn var 242. fundur fræðslunefndar 23. apríl síðastliðinn. Það voru ansi mörg mál sem lágu fyrir fundinn og var svo sem útséð að við kæmumst nú ekki yfir það og nú á döfinni að halda aukafund í næstu viku til að klára það sem eftir satt. Ég ætla að fara hér yfir þau mál sem við þó fórum í. Fyrsta mál á dagskrá líkt og alltaf á þessum tíma að fara yfir skóladagatöl fyrir bæði leik- og grunnskóla fyrir næsta skólaár og fara yfir þær umsagnir og minnisblöð og umsögn á eins og ég segi foreldrafélaga og fleiri hagsaðila. Kannski svona það helsta í þessu núna að það hefur verið að samræma meira daga á milli grunnskóla og leikskóla þannig að þeir séu teknir út á sömu tímum eða sömu dögum á skólaárinu. Þannig að það er svona kannski lágmarki það vesen sem að kannski foreldrar standa frammi fyrir á þessum dögum sem er bara mjög jákvætt. Mál númer 2 einnig alltaf á þessum árstíma, það er skólapúlsinn. Þetta á að vera komið inn á allar heimasíður bæði grunn- og leikskólana okkar núna og ég hvet bara fólk eins og alltaf til þess að fara í að skoða þetta og það er margt þarna mjög fróðlegt sem framkemur. Mál númer 3 var staða á leikskólum í Borgarnesi. Þannig það er að hefjast undirbúningur og vonandi tekst okkur að hefja jafnvel einhverjar framkvæmdir á þessu ári við leikskólann á Uglukletti sem að fara í stækkun. Við höfum verið að lenda í því að það hefur farið allt upp í 150 leikskólapláss sem við höfum þurft að hafa í Borgarnesi
og þannig að báðir leikskólarnir eru algjörlega að þolmörkum. Þannig að við höfum verið að finna svona lausnir fyrir næsta vetur. Nú náttúrulega hefjast bara aðlögun og það verið að ráða inn starfsfólk fyrir næsta skólaár og það alveg viðbúið að þurfi mögulega að færa eða fjölga börnum á Klettaborg og fækka á móti á Uglukletti þar sem að framkvæmdir munu hefjast á næsta vetri. Og sú vinna gengur bara vel. Það bara verið að vinna að því að fullum krafti að láta þetta ganga upp og það ætti svona miðað við þá lista sem við höfum núna börn þá erum við bara í ágætismálum með þá lausn sem upp á borðinu núna að tækla næsta vetur bara á mjög góðan hátt. Mál númer 4 var kannski rétt að segja hvað það er umgjörð leikskóla hjá Borgarbyggð. Það lá fram þarna minnisblað sem var unnið af sviðsstjóra fjölskyldusviðs. Við vitum öll að það verið að fækka vinnustundum niður í 36 hjá fólki sem vinnur í leikskólum, líkt á fleiri stöðum og það kallar eðlilega á ákveðnar áskoranir og það varð úr að það þarf að fækka niður í 36 klukkustundir innan hverra viku í stað 40 sem áður var og svona verið að fara yfir þá útfærslur hvernig fólk eða foreldrar og forráðamenn geta hagrætt sínum tíma eða sinna barna innan leikskólana innan þessa 36 klukkustunda. Það hefur verið mikil vinna lögð í þetta og ég held að þetta sé bara mjög farsæl lausn og svo verður bara komið í ljós hvernig þetta allt saman reynist. Íþróttastefna Borgarbyggðar var næst rædd. Við fengum til fundarins Sonju Lind Eyglóadóttur og Guðmundu Ólafsdóttur sem var fengin inn í þá vinnu að móta þessa stefnu. Það voru haldnir 2 stórir fundir í héraðinu þar sem að fólk kom saman og gat tjáð sig þessi mál og í framhaldinu því var farið í svotgreiningu og síðan hefur vinna síðustu vikna verið í því að koma þessari stefnu á rit. Mögulega verður opnað fyrir samráðsgátt á þessu á morgun og þá mun það lifa væntanlega í einhverja 2 vikur og ef að allt gengur upp þá getum við séð þessa íþróttastefnu bara í lok þessa mánaðar og ég bara bind mikla vonir til þess. Svo voru mál sem var frestað og svo fengum við svæðisfulltrúa að lokum, UMFI og ISI til okkur í heimsókn. Þetta eru ný störf sem að Vesturland hefur 2 fulltrúa, einn staðsettur á Hvanneyri sem hún Álfheiður Sverrisdóttir sem okkur nú flestum kunnugt hver og svo það Heiðar Már Björnsson sem með starfsstöð á Akranesi. Og við fengum þau til að koma inn á fundin og útskýra bara svona í hverju þeirra helstu verkefni eða hver þau eru og svona hvernig þau sjá sína vinnu framundan og hvernig þau geta nýst okkur í þeirri vinnu sem við erum alltaf að eiga við í sveitarfélaginu. Og þetta var bara mjög góður og bara nauðsynlegur fundur. Fleira komumst við ekki yfir á þessum fundi og eins og vanalega þá svara ég spurningum ef einhver eru. Takk fyrir. Takk fyrir þessa góðu yfirferð. Það Marta Daskari hjá fræðslunefnd. Forseti gefur orðið laust þessa fundagerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún fram lögð. Þá vill forseti biðja varaforseta að taka við fundarstjórn. Eva Margrét, gjörðu svo vel. Góðir hálsar. Við erum hér undir lið númer 18 og næst á dagskrá fundagerð velferðarnefndarfundar að fundi númer 159
og ég vil biðja formann nefndarinnar að koma og fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel, Guðveig Eyglóardóttir. Takk fyrir það. Það nú svo sem búið að fara yfir hluta af dagskránni, en fyrsta mál á dagskrá velferðarnefndar var trúnaðarbók. Óheimilt að birta afgreiðslu nefndarinnar og starfsmanna opinberlega, þannig að það því ekkert meir þann dagskrárlið að segja. En annar dagskrárliður var heitið samræmd móttaka flóttafólks og þar var í rauninni verið að fara yfir það sem hefur verið rætt hér fyrir í dag. Það verið að kynna fyrir nefndinni hver staða mála á samræmdri móttöku flóttafólks og þeirri þróun sem að eiga sér stað, og eins og hefur framkomið þá ljóst að sveitarfélagið ber töluverðan og fjárhagslega þunga vegna fjölda flóttafólks sem hefur verið búsett hér í 2 ár og framlag frá ríkinu eða þar að segja réttur sveitarfélagsins til endurgreiðslu ekki lengur til staðar. Það mikilvægt að koma þessum hóp sem hjá okkur úti á vinnumarkaðinn, og svona þungi umræðunar í velferðarnefndinni snerist svolítið það að mikilvægi þess að koma þeim hóp sem þarna og sannarlega í þeirri aðstöðu að geta unnið, að hjálpa því fólki að koma meðal annars út á vinnumarkaðinn. Þriðji dagskrárliður, notendaráð og samráðshópur í málefnum fatlaðs fólks. Það var farið yfir skipan í það sem við afgreiddum hér og kusum áðan og það bara endurtek kannski það bara ánægjulegt að vera þessi hópur sem komið saman og sérstaklega gaman að geta byrjað á þessari vinnu með hagsmunasamtökunum í notendaráðinu. Fjórði og síðasti dagskrárliðurinn á fundinum var tillaga velferðarnefndar að stofna yrði samræmt áfallateymi hér í Borgarbyggð sem muni tryggja skjót og samhæfð og fagleg viðbrögð þegar áföll dynja á. Með samvinnu ýmissa stofnana í sveitarfélaginu hægt að auka fagmennskuna, létta álag á kerfum og tryggja heildræna og samfellu í þjónustu við einstaklinga og fjölskyldur. Það lagt til að kallaði verið saman fulltrúar frá Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Rauða krossinum, lögreglunni, þjóðkirkjunni og björgunarsveit ásamt fulltrúum frá Borgarbyggð með það markmiði að leggja drög að slíkri samvinnu. Þetta eitthvað sem mörg okkar og margir hafa rætt í gegnum árin og yfirleitt þá dúkkar þessi hugmynd upp þegar koma einhver áföll sem alltaf óvænt svo vera ber, en nefndin leggur hér til að það verði farið í stofnun þessu og ég gerir ráð fyrir að á næsta fundi velferðarnefndarinnar fáum við að heyra meira framvindu á þessu. En fleira var ekki gert á þessum fundi og ég fús að svara spurningum kunna það vera einhverjar. Takk fyrir þetta. Orðið laust ef einhver vill kveða sér hljóðs. Kristján, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar og aðrir íbúar Borgarbyggðar. Ég ætla að koma undir liðnum 18.4, sem samræmt áfallateymi í Borgarbyggð. Ég ætla að byrja á því að fagna því sérstaklega að þetta áfallateymi verði nú stofnað og ég ætla að þakka sérstaklega starfsmanni velferðarnefndar fyrir það að hafa komið með þessa tillögu inn til okkar, því að ég nú búinn að vera talsmaður þess lengi að þetta hefur okkur vantað í okkar samfélag. Það hafa dunið yfir í gegnum árin áföll sem hefur þurft að takast á mörgum sviðum og þetta klárlega það sem okkur hefur vantað til þess að taka utan okkar fólk þegar áföllin dynja á. Og ég ætla að fagna þess innilega að ég nú í velferðarnefnd og nefndin var heilsugar í þessu en eins og ég segi, ég ætla að þakka sérstaklega starfsmanni velferðarnefndar
fyrir það að hafa tekið þetta skref og komið bara með þetta inn á fund. Ég veit að þetta svona búið að veltast, við erum búin að velta þessu svona hugmyndafræðilega lengi fyrir okkur en nú vonandi bara verður þetta komið og þannig að menn svona stígi réttu skrefin þegar áföllin dynja yfir okkur. Þau munu gera það klárlega, það breytist ekkert. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið enn laust ef það eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs. Svo ekki og þá telst þessi fundargerð framlögð og ég vil biðja forseta að taka aftur við fundarstjórn. Takk fyrir það, Eva Margrét. Þá erum við komin að 19. dagskrárlið hér í dag sem fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nr. 76. Ég ætla að biðja formann nefndarinnar Davíð Sigurðsson að koma hér upp og fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Þetta var fundargerð í 10 liðum. Við erum búin að renna yfir nokkuð mál fyrir á þessum fundi. Fyrsti liður var mælimastur og grjóthálsi sem var afgreitt hér áðan. Annar liður var Strýtusel 9, það var umsókn byggingaráform og byggingarleyfi, þar sem var sótt leyfi fyrir frístundahús eða stærð 140 fermetrar auk gestahús 61 fermetra stærð en ekkert deiliskipulagur á svæðinu. Og það var samþykkt að grenndarkynna áætlaða uppbyggingu fyrir öllum hagsmunaaðilum við Strýtusel þar sem ekkert deiliskipulag á svæðinu en skipulags- og byggingarnefnd óskaði jafnframt eftir samtali varðandi skipulag fyrir svæðið. Þriðji liður var Sæunnargata 11. Þessu máli var frestað og skipulagsfulltrúa falið að afla frekari upplýsinga. Fjórði liður, við afgreiddum hann hér áðan, það deiliskipulag íbúðabyggðar á Varmalandi. Og 5. liður var afgreiddur hér einnig áðan, það var óveruleg breyting á deiliskipulagi fyrir Kleppjárnsreyki, skólasvæði. Og 7. liður, það var umsókn stofnun lóð í Deildartungu 2. Og það var nefndin bókað á þann veg að hún taldi að það að breyta landnotkun á svæðinu og stofna viðkomandi lóð myndi styðja við þá uppbyggingu sem fyrir á svæðinu og fyrirhuguð og þrátt fyrir að landið sem ræðir sé í flokki 1, í flokki landbúnaðarlands, að þá ekki að ræða rof og samfellu á góðu ræktanlegu landi og þar af leiðandi samþykkti nefndin að stofna þessa lóð. 7. liður var Varmalækur, umsókn skógrækt og það var tekið fyrir að nýju umsókn Hardwood Forested Land EHF fyrir hönd landeiganda Varmalæks. En þetta mál sem var tekið fyrir hér áður en því var hafnað á grundvelli þess að bróðurpartur þess land sem var sótt að fara í skógrækt á var í besta flokki landbúnaðarlands og þar ekki heimilt að stunda skógrækt. En nú þetta endurnýjuð umsókn þar sem að ræða 80 hektara utan besta ræktarlandsins og skipulags- og byggingarnefnd taldi að búið væri að svara með fullnægjandi hætti þeim athugasemdum sem höfðu borist á kynningartíma og heimilaði skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir skógrækt samkvæmt fyrirliggjandi gögnum. Nú svo voru lagðar fram 2 afgreiðslufundargerðir skipulagsfulltrúa og 2 fundargerðir afgreiðslufunda byggingarfulltrúa. Fleira var ekki gert. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson. Orðið laust þessa fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin að síðasta en ekki sísta dagskrárlið hér í dag. Það fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nr. 77. Ég ætla að biðja Sigrúnu Ólafsdóttur formann nefndarinnar að koma hér upp og fara yfir dagskrána. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur.
gleðilegt sumar. Það margt orðið sumarlegt hérna hjá okkur í Borgarbyggð þessa dagana, þó að þetta sé smá bakslag í dag, smá hrett. Við vonum að það sé bara vorhrettið og núna sé bara alltaf grænka og bjart framtíð með velgengi, sauðburði og fleiri vorverkum. En ég ætla að renna yfir 77. fund umhverfis- og landbúnaðarnefndar sem haldinn var fyrir skemmstu. Þar var fyrsti liður á dagskrá gjaldskrá úrgangsþjónustu og eins og fram hefur komið að þá fór þetta málinn í byggðaráð og var vísað síðan aftur til nefndarinnar og eftir umræður og vangaveltur þar varðandi það svona hvernig við förum yfir einstaka liði og tökum næstu skref í málinu að þá samþykkti nefndin að fela sviðsstjóra, fjármálastjóra, stjórnsýslu og fjármálasviðs að vinna minnisblað um stöðuna og ákveðið að fyrir næsta fund að þá yrði rædd næstu skref í þessum málum. En það allavega alveg ljóst að við vildum gera það þannig að það væru svona allir hlutir á hreinu áður en að næstu skref væri tekin. Eitt mjög mikilvægt sem kom fram í máli nefndarmenna hjá umhverfis- og landbúnaðarnefnd var það að þegar að breytingar yrðu gerðar á þessum málaflokki að þá það kynnt mjög ítarlega og vel fyrir íbúum. Þannig að það ætti enginn að láta þetta koma sér á óvörum þegar af yrði. Annað mál á dagskrá var samningar við refa og minkaveiðimenn og þar var gengið frá endanlegum drögum að samningum við sem sagt refa og minkaveiðimenn og þessa dagana bara verið að ganga frá því og þeir hafa verið kallaðir til þess að undirrita þá og ganga frá. En ekki seinna vænna þessum að grenjatímabilið hafið og okkar ágætu skyttur voru klárar og óþreyjufullar að bíða eftir að geta lagt á stað í sín verkefni. Óskum við þeim bara góðs gengis. Þriðja mál á dagskrá Vatnsveitar Hraunhrepps en aðalfundur Vatnsveiturinnar var haldinn fyrir skemmstu og þangað mættum við 2 fulltrúar frá Borgarbyggð og sátum þann fund og í framhaldi af því að þá fór málið sú fundargerðin í byggðaráð og í framhaldi til nefndarinnar og bókun var á þeim nótum eins og fram hefur komið að fela sveitarstjóra og lögfræðingi sveitarfélagsins að vinna framgangi málsins og það sem sagt á þeim nótum að notendur og landeigendur taki yfir rekstur veitunar. Fjórða mál á dagskrá var samskipti við veitur vegna vatnsveitu Varmalands. Það hefur komið hér fram á fundinum áður og verið rakið sérstaklega í hvaða farveg það komið og þar sem að umræður snéru að þessu máli á fundinum var að þetta hefur náttúrulega verið algjörlega óviðunandi ástand fyrir íbúa, fyrirtæki og þá sem að hafa þurft að nýta vatn á þessu svæði. Og vonum við innilega að þessar viðræður sem að eru hafnar að þær beri árangur og verði til góðs þannig að þessi málefni fari í góðan og farsælan farveg. Skiptir miklu máli að svona mál séu í góðum gír þegar að snertir svona mikilvægt málefni eins og vatn. 5. liður að það var grænt svæði Fósturs á Varmalandi. Og þar kom inn umsókn að taka grænt svæði í Fóstur á Grenihlíð í Varmalandi og svæði ekki deiliskipulagt, skilgreint sem landbúnaðarsvæði í aðalskipulagi og þetta hefur verið gert nokkrum sinnum áður að fólk hefur tekið svona reyti að sér og var lagði umhverfis- og landbúnaðarnefnd til að starfsfólk skipulags- og umhverfissviðs myndi vinna málið áfram og leggja drög að samningi fyrir næsta fund nefndarinnar. Ekki voru fleiri mál á dagskrá þessa fundar þannig að ég þakka fyrir og svara bara spurningum ef einhverjar eru. Takk kærlega fyrir það, Sigrún Árnasdóttir og forseti gefur orðið laust.
fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá talst sú fundargerð framlögð. Þá er dagskráin tæmd hér hjá okkur í dag. Þakka sveitarstjórn fyrir góða umræður, starfsmönnum fundarins fyrir undirbúning og vinnu á fundinum og tæknimanninum okkar Knáa fyrir sitt hlutverk og segi fundi hér með slitið.